andmælendur, sæti tímaverður og dómara. Drekar bíða okkar sem dulinn freyður. Þeir nefna þetta greið, eins og þessi eftirsóknar. Oddsson setja sig í spor heiltunar. Flæking, úlfar í sveðagæðu. Ákjöldsgestir, Lóminarfinna, Lónsson, Drekar. Verður að vera gagnrýni. Verða mótmála því. Það náungar ykkar Drekana er beint í mótmálasæði. Eða ykkar hvoru, eins og andstæðingi mín. Ákjöldsgestir, kvöldur í deila með sín. Sín á heim, sem gerir jafnt við alla og yfirundir fjölbreytileika. Sín á morgundaginn, sem leikur með á gildum nútímanns en ekki kennir aðalsins á 19. Þessum innflutningu Dreka er ekki leyfður. Stöð, ég ekki svo fjarlægi framtíð. Innflutningar Dreka hafa verið bannar á Íslandi og svartum markaði þótt landstöð. Lögreglan hefur ekkert vald á Drekasökum, Dreka vængi, Dreka landstöð. Dreka blóð flæðir og kunnstíma Reykjavíkur. Andrukar sem áður var með hnújafn á höndum er nú með Dreka sér við hlið. Þetta er bannar innflutningi, því það ekki enginn myndi flytja Dreka. Það er bara verið að gera það ólöglega og taka á innflutningin og rumsjá á reglum ríkisins. Þessum má líka við áfengisbarinu. Þó að innflutningur á bjór hafi verið bannað þýðir það ekki að það er ekki fluttur inn. Nú myndi segja ykkur frá litlum Drekastefnum Spyro sem var ólöglega fluttur til Íslands. Þegar til Íslands var komið var hann veitir Drekavængi og það var flytt. Þetta viljum við ekki, með því að löglega innflutning Dreka þá komum við veg fyrir Drekasölu. Þegar andmælendur finna til sorgar hér þá er þið sammála okkur í kvöld. Ef þeir stöðsvöld ónauðsynleg og ömurleg þá er þið sammála okkur. Þá eru þeir með innflutningi Dreka. Magnús spurði hvernig við demmum dýrin, það er að demja öll dýr. Þá sagði við, drekkum ekki kók sem er ekki satt. Magnús er geðað skræk. Magnús er að Dreka sér almennt slæmi. Magnús finnur rök fyrir kannski er þeir allavega góðir. Magnús sætur. Magnús var að ég var í sætist dag. Lífið er auðvögt af andstæð og mannlífið sem eitt dæmi klaufamann í fingurgómana einn næsta vikulaður blanda orðum á bráðum. Að banna Dreka er verst af öllum. Samvisku okkar skipur á nótum en það er ekki allir með samvisku. Þegar líka árís sem dauðin fanga unga líf eða færa ís og deyja þó öll orð sem komur ferðarmenni og þó sittum við með hvert tré og raunir. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Ein pæling. Hvernig í andskotanum ætlum við að fara því að temja Drekana sem við myndum flytja inn? Fyrst þarf að læra að temja á og persónulega myndi ég aldrei til að veka tilraunir til að sjá hvort hitt eða þetta virkar til að temja Drekana. Og ef ég var stórlega að andmælendur mínir myndu vilja vera eitthvað frekar. Auðvitað myndi það í sjálfum sér skapa atvinnu að löglega innflutning Dreka. Bæði í að vera tilraunir til að sjá hvað getur temja Drekana og í raun myndi það skapa atvinnu alltaf. Ég meina að Drekana myndi breytti með að drepa 100 manna daglega og það nota fullt af störfum. Ég sé bara fyrirsagnir akkurat núna. Atvinnuleysi á Íslandi útdauð og helmingi þjóðarinnar líka. Er þetta eitthvað jákvætt að fólk fara að vinna sem einhver fórnarlömb? Og ef ekki, þá verða þau fórnarlömb hvað sem er. Því það er einhverju frikinn Drekar að drepa það á Íslandi. Nei, heyrðu, ég drepa þessu spurningu tilbaka. Mér langar ekki að fá mig drast svör frá ykkur. Ég kann svara fyrir ykkur. Nei, þetta er ekki jákvætt. En svo ég haldi áfram með pælingunum mínu hvernig við ætlum að temja Drekana, svona í alvörunni. Hvernig ætlum við að sjá til þess að Drekarnir hægi sér? Ætlar Helgi kannski að setjast niður og eiga góðar stundir í að horfa hátt í freinu Drekinn? Góðar stundir eða ekki? Þá myndi þetta ekki gera neitt gagn því að þetta er Dreamworks-mynd og það meika aldrei sens. Og B, þetta eru frikinn Drekar og þeir spúa eldi. Á meðan Helgi er að horfa myndina og læra handriti utan af er Dreki að brenna húsið hans og alla Reykjavík á sama tíma. Come on, strákar. Get ekki neita því að það hafi engin góð sönnunargögn til að sanna að Drekar muni vera einhver prúðurmenni. Gulli sagði margt merkilegt en til mér skildi ég ekki orða þessu. Birgir sagði að við ættum að leyfa innflutning Drekar þegar við passa upp á að
þeir slippu ekki. Eigum við þá ekki bara að leyfa innflutning af kjarnorkusprengjum ef þær yrðu passaðar að springi? Það engin leið til að tryggja þetta. Birgir, það svo mikið rúsínur roskar að hálfa væri nóg. Gulli sagði mér að finna rök fyrir því að drekar væru slæmir. Gulli, horfa á bíómyndir. Birgir benti á kost afurði á borði við snitsel. Einhver með krókódíla snitsel, þá skítflétt að flytja þetta inn og engin þörf á að flytja sjálf dýrin inn. Af hverju að geyma belju í ísskáp að maður getur fengið mjólkina í staðinn. Góðir gestir, ef við myndum flytja dreka, myndum við öll lifa saman í náttúrunni og geta sungið og dansað. Lol, just kidding. Það væri ekkert eftir til að syngja og dansa í þegar drekarnir eru búin að brenna!